Já, það voru mikil umbrot í mér á ungum aldri og ég fann ekki andlega fótfestu baráttulaust. Ég var mjög trúnegt barn og trúað barn og þegar ég kom hingað til Reykjavíkur þá var ég strax mjög handinn sér að Friðrik og því mikla starfi sem var í kringum hann og hann hafði forystu fyrir. En það var nú margt fleira í boði á trúmálasviðinu og frambóðið þar var nú ekki síður fjölbreytilegt þá heldur en það er nú, hlutfallslega ekki síður. Nú á tímabili voru guðfræðistúdentar ákaflega virkir, létu mikið fyrir sér fara, en það voru þeir fjölmennir á stuttu skeiði og fóru að gefa út tímarit og sem var mjög róttækt í viðhorfum á ný guðfræðilegum forsendum. Nú meiri athygli vakti nú vafalaust Þórbergur og hans svæst nú árásir á kirkjuna og hann var nú spiritisti og guðspekingur og kommunisti allt í senn og Halldór Laxness, jú, hann gekk nú undir páfann fyrst og síðan undir Stalin. Nú svo var Helgi Péturs með sína mjög sérkennilegu tvíhyggju og hann var mjög smitandi boðberi íslenskrar útvaldingar. Íslendingar voru góðborin háaðall. Þeir voru af því hreina norræna eða aríska kyni sem náttúruvali hefur gert að vaxtarbroddi mannkynsins og það var, sagði Helgi, óhamingja Íslands og arískra þjóða yfirleitt að þeim júðski guð, Jafi og allt það lið eins og norðar það hefur gegn síst alla hugsun og þessi sjónarmið kannaðist mönnum jóvel við þegar þau komu síðan sunnan frá Þýskalandi og þá í því gerfi og með þeim afleiðingum sem Helgi og góðvildarmenn af hans tagi hefðu nú ekki viljað kannast við eða skrifa undir.